Þá komið 5. lið á dagskrá, Hlíðarfjall, rekstur, til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér lagður fram liður 1 í fundargerð bæjarráðs frá 7. nóvember síðastliðinn, en það samþykkti bæjarráð að breyta rekstri Hlíðarfjalls frá 1. janúar 2020 í B-hlutafyrirtæki með 3 manna stjórn og fól bæjarstjóra að vinna nauðsynlegum skipulagsbreytingum vegna þessara breytinga, en bæjarráð vísaði jafnframt þessu máli til bæjarstjórnar, þess að það er bæjarstjórn sem verður í sjálfu sér að samþykkja þessa ákvörðun, og þó svo að vinna bæjarstjóra sé hafin við ýmsa hluti að snúa að þessari breytingu sem að komu fram á minnisblaði sem að fylgdi með þessu, þá einhvern síðu þá verðum við að taka þessu umræðu hér í bæjarstjórn og heimilega áframhaldandi vinnu við þetta. En eins og ég sagði, bæjarráð vísaði þessari bókun til okkar til umræðu, og nú þegar verið að vinna að því að breyta skipuriti og það þarf að breyta samþykktu bæjarráðs og samþykktu frístundaráðs, það þarf að breyta starfslýsingum og erindisbréfum, og svo þarf að skipa 3 manna rekstrarstjórn yfir þessum rekstri. Þetta er svona það sem verður unnið þá í framhaldi og við samþykkjum það hér í bæjarstjórn sem við reikna með að verði gert eftir umræður, en það er þannig að þetta sjálfu sér hefur ekki áhrif á rekstur í sjálfu sér á árinu 2020, eins og menn vita þá erum við að vinna í fjárhagsáætlun núna fyrir árið 2020 og núna er Hlíðarfjall inn í A-hlutanum eða í aðalsjóði, en það sem mun breytast er að fyrirtækið verður þá sérstakt B-hlutafyrirtæki og fær sinn eigin efnahagsreikning og verður þá með rekstur Hlíðarfjalls þar. Hins vegar þarf náttúrulega að koma framlag frá aðalsjóði sem kæmi þá í gegnum íþróttamál eins og staðan er núna, en við höfum nú rætt af mörgum sinnum hvort að rétt sé að þetta sé hluta til sem ferðamál og ætti þá kannski frekar að heyra undir þann flokk frekar en íþróttamál, og það er eitthvað sem við þurfum að skoða í framhaldinu. Það er alveg ljóst að þessi breyting sem við erum að gera núna hefur ekkert neina þýðingu í sjálfu sér, það er ekki verið að hagræðinu en einu, en hins vegar mun þetta í framtíðinni gefa okkur meiri tækifæri og möguleika til þess að fylgjast betur með rekstrinum. Þannig verður skipað sérstakt rekstrarráð sem munum væntanlega verið skipað 3 bæjarfulltrúum eða þannig að ég held að verði meiri tenging, það er ekki alveg ákveð hverju verði í þessu rekstrarráði, en það verður mun með betri tenging við þá reksturinn og eins og menn vita þá er rekstur Hlíðarfjalls, hann hefur verið upp og ofan, það náttúrulega veldur mikið á náttúrulega veðurfari, en hins vegar þá er ýmsir þættir þarna, og eins og fyrir okkur var lögð skýrsla úttekt á rekstrinum sem var kannski svolítið gagnrýnd, en hins vegar var það kom fram að það er að ýmsu að hyggja í rekstrinum, og það er alltaf litt af því sem var lagt til í þessari skýrslu var það að gera þetta B-hlutafyrirtæki. Það gefur okkur líka möguleika til þess að taka frekari skref í framtíð ef við viljum sjá Hlíðarfjall renna í eitthvað annað rekstrarform eða fá aðila að rekstrinum, og þá er auðveldara við það að eiga þegar að fyrirtækið er orðið B-hlutafyrirtæki, og menn hafa því sambandi nefnt hvort það væri hægt að gera byggðasamlag með nágrannasveitarfélögunum okkar, en það hefur ekki verið tekin einn umræða það, en hins vegar mun þessi gjörningur gera það verkum og það verður auðveldara að taka þá umræðu. En að loknum þessum umræðum verður þessu máli væntanlega að vísa aftur til bæjarráðs, eða til að verður svo að vísa þessu aftur til bæjarráðs sem heldur áfram að halda utan um þetta og vinnu bæjarstjóra, sem að sé leiði til þess að þetta mun koma hér aftur þegar búið er að ganga frá þeim pappírum sem þarf að samþykkist bæjarstjórnar mun koma hér aftur til umfjöllunar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Guðmundur kom svo sem að nokkru leyti inn á það sem ég ætlaði svona aðeins að nefna í þessu sambandi. Ég er ekki að setja mig upp á móti tillögunni, en það kannski það sem að helst er þetta gagnrýna varðandi þetta minnisblað sem fylgir þessu er að það vantar rökstuðningi kannski með því af hverju við erum að gera þetta. Til hvers, hvað breytist? Og mér finnst svona líka spurning sko að það vera að setja stjórn yfir þetta, ef við skulum segja B-hlutafyrirtæki þegar er orðið það. Þriggja manna stjórn af hverju það á þá að heima líka undir frístundarráði eða akureyrastofu eða hvað sem við viljum hafa. Þetta er bara svona vangavelta.
og það væri kannski ágætt að fá þó að það sé í sjálfu sér rök og ég kaupi þau að þetta sé kannski skref sem að er svona milliskrefið því að breyta síðan formi þessa fyrirtækis þá í eitthvað allt annað eins og bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á sem ég finnst alveg skoðunarvert. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, varðandi það rökin fyrir þessu, þarna í þessu minnisblaði sem kallað var eftir var minnisblaði sem að embættismenn voru látnir vinna í sjálfu sér út frá þeir umræðu sem hefði átt sér stað. Það er komið fram að rökin fyrir því að við teljum að við þarna séum möguleikar að halda betur utan um reksturinn, það verður kannski skilvirkara, þetta mun heiða beint undir sviðsstjóra samfélagssviðs. Og ég get alveg tekið undir með bæjarfulltrúa Gunnar að það kemur þarna fram í þessu minnisblaði að þetta eigi að fara undir frístundaráð. Það er eitthvað sem ég held að við þurfum að skoða í þessari meðferð sem að bæjarstjóri að vinna á þessa dagana. Þetta er ekki, þó að minnisblaði það standi í minnisblaðinu, þá er ekki víst að það sé besta leiðin og við þurfum bara að taka þá umræðu bæði þá á vettvangi bæjarráðs sem að heldur þá utan vinnuna þangað að kemur aftur hér í bæjarstjórn og svo líka þá bara með hérna inn í bæjarstjórn, en ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum bara að skoða og það getur vel verið að þetta sé ekki hentugt að hafa þetta með þessum hætti að þetta eigi heima undir frístundaráði, þetta eigi bara þá heim undir þessari stjórn sem að heyrir þá beint undir bæjarráð, þannig að þá verður skilvirkari ferlar í þessum máli, þannig að þetta var ágætis ábending hjá bæjarfulltrúa Gunnar og verður skoðað í þessari umræðu. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Orðið er laust, augnablik. Smingin hefur kvatt sér hljóðs. Þá er tillagan bara svo að hérna eins og var nefnt hérna áðan að færa rekstur Hlíðarfjalls yfir í B-hluta fyrirtæki og vísa jafnframt málinu til áframhaldandi vinnslu eða frekari meðferðar í bæjarráði. Þeir sem geta samþykkt það, gefur merki. Það eru 11.